Bændur greinir á við hagfræðinga áhrif innflutningsverndar innlendra landbúnaðarvara. Formaður bændasamtakanna segir að matvælaverð væri hærra á Íslandi ef verndartolla nyti ekki við. Í nýútkominni skýrslu OECD mælt með því að tollar og innflutningskvótar á landbúnaðarvörum verði aflagðir. Með því móti skapist meðal annars hvati til þess að beina framleiðslu í arðbærari farvegi inn á svið þar sem Ísland hefði betri samkeppnisstöðu. Einnig bent á að innflutningsvernd haldi matvælaverði óeðlilega háu. En að því fram kemur í skýrslunni álagning sem rekja má til ríkisstuðnings við landbúnaðarframleiðslu fjórfalt meiri á Íslandi en hún innan Evrópusambandsins. Þannig væri afnám innflutningshafta til mikilla hagsbóta fyrir neytendur. Bændur draga þá fullyrðingu hins vegar í efa. Mér finnst ekkert sjálfgefið í þeim efnum og ég ætla að vekja athygli á því að frá haustinu 2008 og fram undir þennan tíma þá er innfluttur matur á Íslandi sem fluttur inn án tolla og án tollkvótar sem svo eru nefndir hækkað ríflega 60% en íslenska búvaranum 20% sem framleitt við þessi starfskilyrði. Þannig að tollverndin svo kallaða hefur nýst fáum betur undanfarna mánuði, ár og misseri heldur en íslenskum neytendum. Matarreikningur fjölskyldunar á Íslandi í dag væri mun hærri ef við værum ekki með starfskilyrði fyrir íslenskan landbúnað. Ljóst að fall krónunnar hefur bætt samkeppnisstöðu innlendra framleiðenda sem sækir standa og að sama skapi hætt við að starfskilyrðin versni á ný ef sú þróun gengur tilbaka. En þessi mál eiga eftir að vera í brennidepli á næstunni í ljósi aðildarviðræðna Íslendinga við Evrópusambandið. Formaður bændasamtakanna segir að hugmyndir útreikning á tjóni bænda vegna afnáms tollaverndar íslenskra matvæla með aðild að ESB vera ígildi starfslokasamnings við íslenska bændur. Prófessor í lögfræði segir engar varanlegar undanþágur í boði frá löggjöf ESB. Þorbjörn Þórðarson segir frá. Í ritinu Landbúnaðarlöggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins eftir Stefán Má Stefánsson, prófessor í lögfræði við HÍ, sem kom út í dag, kemur skýrt fram að engar varanlegar undanþágur séu í boði frá löggjöf ESB, hvorki á sviði sjávarútvegs né landbúnaðarmála. Við aðild að Evrópusambandinu falla niður tollar á innflutt matvæli, en bændasamtökin krefjast áframhaldandi tollverndar íslenskra matvæla. Utanríkisráðherra hefur sagt að verið sé að reikna út hvers virði tollverndin sé fyrir bændur og hvaða tjóni þeir verði fyrir með aðild. Hugsanlega væri hægt að bæta einhverjum bændum tjón sem af aðild hlýst. Er það eitthvað sem þið væri tilbúinir að skoða í bændasamningum? Nei, með þessu er utanríkisráðherra að segja að hann ætla að gera bara starfslokasamning við íslenska bændur. Eitthvað þeirra, er ekki eðlilegt að gera starfslokasamninga við óhagkvæm býli? Nei, við viljum verja íslenskan landbúnar í sinni fjölbreytti sem hann þó hann er tiltölulega fábreyttur og það er mikilvægt að stunda landbúnað hér á Íslandi fyrir fæðuöryggi þjóðarinnar. Hver eru rökin fyrir því að reka óhagkvæm býli? Hvaða býli er óhagkvæm? Þau býli sem verða fyrir tjóni þegar tollverndin er afnumin. Við þurfum líka þá að þekkja verðmyndun vörunar. Það liggur fyrir í öllum opinberum gögnum hvað bændur eru að fá fyrir sína vöru, en það er ekki endanlega útsöluverð út í verslunum. Á þeirri leið milli bóndas og neytandans eru fjölmargir liðir sem verður líka kostnaðarreikna. Er landbúnaðurinn endanlega óhagstæðastur? Nauðsynlegt að tryggja fæðuöryggi á Íslandi ef verður af aðild landsins að Evrópusambandinu. Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem Bændasamtök Íslands sendu frá sér í dag. Samtökin segja stefnu landbúnaðar hérlendis og annar staðar í Evrópu vera gjörólíka. Bændasamtökin segja að varanlegar undanþágur séu nauðsynlegar fyrir Ísland þegar kemur að landbúnaði og aðildarviðræðum við ESB. Sé frjálsinnflutningur dýra leyfður verði íslenska stofnunum stefnt í voða sem og að dýrasjúkdómum fjölgi. Samtökin segja nauðsynlegt að hagsmunir íslensks landbúnaðar séu hafðir í öndvegi. Þetta eru 7 varnarlínur sem við setjum fram sem að eiga að tryggja ákomu, hagsmuni íslenskra bænda, verndun búfjárkýna, plöntuheilbrigði og úrvinnslu innan í heild sinni og dreifbýli í íslenskum sveitum. Haraldur segir að nauðsynlegt sé að taka tillit til þess að íslenskur landbúnaður sé ólíkur landbúnaði annars staðar í Evrópu, en það er ekkert land innan ESB eins strjálbýlt og Ísland og aðeins 15% af flatamáli landsins ræktanlegt. Samtökin telja einnig að íslensk stjórnvöld þurfi að fá áframhaldandi heimild til þess að leggja tolla á búvörur frá löndum ESB komi til aðildar, ella gæti erlend framleiðsla rutt íslenskri framleiðslu af markaði með undirboðum. Við rekum íslenska landbúnaðarstefnu til þess að framleiða matvörur, til þess að viðhalda fæðuöryggi þjóðarinnar og vera okkur hér sjálfur nóg tiltekna fæðutegundir. Landbúnaðarstefna Evrópusambandsins, hún snýst það að framleiðslu tengja ekki
landbúnaðarkerfið, ef við getum sagt svo.